Nú ætlum við aðeins að skoða tímamælingar og tímaútreikninga. Hér sjáum við 3 bíómyndir og við ætlum að skoða hvenær sýningin er búin. Avatar byrjar klukkan 6 og ég get ráðið í raun hvort ég byrja að bæta klukkutímunum við, hún er 2 tímar og 40 mínútur, eða mínútunum. Mér finnst svona þægilega að bæta klukkutímunum við, þá verður klukkan 20:00, svo pluss þessa 40, þá er klukkan orðin 20:40. Lion King hins vegar er 90 mínútur. Það er 1 klukkustund og 30 mínútur. Þannig að þegar ég bæti klukkutímanum við, þá er klukkan orðin 20:30 og svo 30 mínútunum við, þá er orðin 21:00. Hvort ég bæti hérna mínútunum eða klukkustundunum við á undan breytir engu. Ég þarf bara að passa að gera annað í einu. Toy Story er 1 klukkustund og 20 mínútur, af því að klukkustund er 60 mínútur, þá eru 20 mínútur eftir. Og hérna ætla ég að bæta fyrst klukkustundinu við, þá verður klukkan 18:50, svo bæti ég 10 mínútum við, þá er 19, og svo hinum 10 mínútunum við, þá verður klukkan 19:10. Hvort er lengra, klukkutími og 15 mínútur eða 80 mínútur? Þetta eru 60 mínútur pluss 15 sem eru 75 mínútur. Það er minni en 80, þannig að þetta er lengra. 2 klukkustundir eru 120 mínútur. Pluss þessar 30 hérna, til þessar sinni 60 eru 120 mínútur. Þetta verða 150 mínútur. Það er lengra en 145 mínútur, þannig að þetta er lengra. Hvað eru flugvélarnar lengi á leiðinni? Hérna eru nokkrar aðferðir til þess að reikna þetta. Ég ætla að setja upp allavega hérna í fyrstu 2. Klukkan er 7:50, það líða 10 mínútur. Þá verður klukkan 8. Svo verður klukkan 9, klukkan er 10, klukkan er 11 og klukkan er 12. Og svo lendur 30 mínútum setna, þannig að það koma 30 mínútur hérna líka. Svo þurfum við bara að telja. Hún leggur að stað hér og pluss þessa 10 mínútur, nú er það að telja heilu klukkutímana, þannig að hér er 1, 2, 3, 4 klukkutímar og 10 mínútur og svo 30 mínútur, það eru 40 mínútur. Ég get talið næsta dæmi nákvæmlega eins og leggur að stað klukkan 20:00, svo verður klukkan 21, 22, 23, 24 og 1. Hvort ég skrifa hér 00 eða 24 breytir engu. Svo teljum við tímana 1, 2, 3, 4, 5. 5 klukkutímar og hvað er hérna eftir fyrir aftan? Það eru 20 mínútur. Þannig að þetta eru 5 tímar og 20 mínútur. Hérna þarf ég að passa að telja ekki 20 með. Ég er að telja frá því þannig að telja 1, 2, 3, 4, 5. Flugvélin lendir 13:20, nei fyrir loftið segir 13:20 og lendir 13:10. Þetta er ansið nálægt í að vera 24 tímar. Því að ef þetta væri 13:00 og 13:00 þá væri þetta 24 tímar. En þetta er ekki, það vantar 10 mínútur upp á. Þegar vélin hefði lent 13:20 til dæmis, ef þetta hefði bæði verið 13:20, þá er þetta 24 tímar. Þannig að það vantar 10 mínútur upp á, þannig að 24 tímar mínus 10 mínútur eru 23 tímar og 50 mínútur. Hvað eru margar mínútur í 2 klukkustundum? 1 klukkustund er 60 mínútur, sinnum 2 eru 120 mínútur. 11 klukkustundir, þá þurfum við að segja bara 60 sinnum 11 og það eru 660. Nú ætlum ég að skrifa 60 sinnum 11, það eru 660 mínútur. 12,5 klukkustund. Þá þarf ég að segja bara 12,5 sinnum 60, en ég var áðan búin að reikna hvað 11 klukkustundir eru, þannig að 12 klukkustundir eru þá 720. Þetta á að vera
60 sinnum 12,5 sem eru 750 mínútur. Siggi er láta renna í sundlaugina sína. Það renna 10 lítrar á sekúndu og laugin er 30 rúmmetrar. En það eru 30.000 lítrar. Hvað er lengi að renna í laugina í klukkustundum? Hérna er oft auðveldar að hugsa þetta út frá einfaldari tölum fyrst. Það er að segja, ef að það renna 10 lítrar á sekúndu og ef að sundlaugin væri til dæmis 50 lítrar, þá tæki 5 sekúndur. Og þá gerum við 50 deilt með 10 og fáum út svarið 5. Þannig að það sem við þurfum að gera er að segja 30.000 lítrar deilt með 10 og þá fáum við að það tekur 3.000 sekúndur að renna í sundlaugina. En hvað eru 3.000 sekúndur margar mínútur? Þá þurfum við að vita hvað eru margar sekúndur í mínútu og þær eru 60. Þannig að þá þurfum við að deila með 60 og við fáum út 50. Þetta tekur 50 mínútur. Og hvað eru 50 mínútur margar klukkustundir? Þá þurfum við að vita hvað eru margar mínútur í klukkustund. Þá bara deilum við aftur með 60 og við fáum út svarið 0,83 klukkustundir. Hvað renna margir lítrar á korteri? Þá þurfum við bara að finna út hvað eru margar sekúndur í korteri. Korter, hvað er það margar mínútur? Korter er fjórðungur úr klukkustund eða 15 mínútur. Og fyrst það eru 60 sekúndur í mínútu, þá þurfum við að segja 15 sinnum 60 og við fáum 900 út úr því. Svo þurfum við að segja sinnum 10 af því að það renna 10 lítrar á sekúndu. Þetta eru 900 sekúndur og þá fáum við út að það eru 9.000 lítrar á korteri.